Thou who dwells in the midst of the cherubim, thou who art surrounded by 24 elders, thou who gaze upon by 4 living creatures, and worshipped by the saints who've gone on. Oh, there is none like you, Lord. There is none like thee. You are worthy of honor, God. You are worthy of glory. There is none like thee. There is none like thee. Praise you, Lord. Magnify your name. There is none like thee. You are worthy, Lord. Hallelujah. You are worthy of honor, God. You are worthy of glory. There is none like thee. All of this season, He gives strength to the weak. He fills my soul with His glory, and His blessing fall on me. Ef þú þarft vakningu þá er þetta lagið fyrir þig. He's all of this season. He gives strength to the weak. He fills my soul with His glory,
are living me. Þú læknir hver sá og þeirra sorgartá og minn Jesús er ég nefni nafni þitt. Jesús er ég nefni nafni þitt. Nálgast þú og blessar lífið mitt. Þú læknar hver sá og þeirra sorgartá og minn Jesús er ég nefni nafni þitt. Þú læknar hver sá og þeirra sorgartá og minn Jesús er ég nefni nafni þitt. Og minn Jesús er ég nefni nafni Jesus is the sweetest name I know, and He's just the same as His lovely name.
Amen. Dýr sé Guði. Mér var hugsað til þess núna, þegar ég hef verið að fylgjast með fjölmiðlum, hvort það sé hægt að bjarga Íslandi. Ég er svolítið hissa á það sem við sjáum, hvað birtist bæði á síðum blaðanna og í fréttum. Og þetta er oft á tíðum svona ógnvekjandi fyrir okkur og við sjáum það greinilega með við fréttir. Þá erum við ekki alveg inni með skoðanir okkar og trú. Það eru ekki vinsælar. Við erum ekki þeim megin sem við sjáum að er verið að mæra og taka fyrir. En þetta er ekki fyrsta skipti og þetta er ekki síðasta skipti sem að svona gerist. Kannski síðasta skipti, ég veit það ekki. En þetta er allavega ekki fyrsta skipti. Því að tíðarandi, hann hefur oft á tíðum ráðið því hvað menn gera og leyfa sér. Hann skapar þjóðfélag og venjur og hefðir og tíðarandi ræður í raun og veru allt og miklu. Meira að segja, hann ræður svo miklu að við föllum fyrir tíðarandanum. Við mætum honum og hann hefur áhrif á þig og mig. Og ef ég hef aðra skoðun tíðarandinn, þá vitið þið að mér er ógnað og þeim er ógnað ef ég svara. Og við erum í þessum sporum. Og það er ekki nema eðlilegt að við rifjum upp það sem Páll postuli segir við Efesusmenn. Barátta sem við eigum í er ekki við menn af hold og blóði. Heldur tignir, völd og andaverur. Og þetta er tíðarandi sem að við erum svo ofta að glíma við. Einn af þeim mönnum sem að mér langar til þess að ég ræði aðeins við þig hér í dag er maður sem glímdi við tíðarandan sinn. Og við skulum byrja á því að fara þá í Jesaja spádómsbók og það er fyrsti kapítuli og ég veit að Þórir hann er ekki lengi að finna Jesaja og það er aðalega vers 9 sem að ég ætla að byrja á því að leggja út af vegna þess að þetta vers er svolítið ógnvekjandi, það er ögrandi og athugið það að Jesaja, spámaðurinn, hann segir allt í einu tímann sinn, fólkið sitt. Ættingja sína. Þetta eru Ísraelsmenn sem hann að tala við og hann segir bara við þá ef drottinn allsherjar hefði eigi látið oss eftir leifar mundu við brátt hafa orðið sem Sódóma eða Gómoru líður. Og hvað geta menn farið neðar en þetta? Og sjáu þið að þetta með Jesaja þegar hann sér þennan tíðaranda sinn á hverju sagði hann ekki nei Guð þetta er búið. Nú er ég hættur, sko, þetta gengur ekki lengur. Hann gaf samt ekki upp. Og þegar við áttum okkur á þessari stöðu sem Jesaja er að nefna, þá sjáum við hvað Ísraels líður hefur getað farið lágt. Og gáið að því að þessi líður sem við erum að tala þetta er fólki sem fekk lögmálið. Þetta er fólki sem hafði prestana, hafði musterið. Og það var búið að vara það við hvað eftir annað. Og Jesaja hann talar það og nefnir þennan tíma sinn. Hann var spámaður á dögum Úsía og svo segir hann Jótams, Akasar og Hiskía Júdakonungs. Og hverju voru þessi menn sem gátu ekki haldið í raun og veru Guðstyrkuninni meira uppi? Við getum lesið svolítið þetta líka vegna þess að ef við komum í 7. kapitúla Jesaja, förum í 7. kapitúlan, þá er Jesaja kallaður til starfa og það er sagt frá því í 1. versinu í 7. kapitúlanum árið sem Úsía konungur andaðist sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli og slóði skikkju hans fyllti helgidóminn. Þannig að Guð var ekki hættur þó að margur væri alveg eins og Sódómu líður eða Gómoru líður. Og árið sem Úsía dó, þá fær Jesaja að sjá þessa sýn. Guð vitjaði líðsins. Svo komum við að versinu sem að ég vil aðeins leggja áherslu á, það er versi 8. Þá heyrði ég röst drottins. Hann sagði, hvert skal ég senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ef við heyrum þetta í dag
og Guð myndi tala svona til þín, hvert skal ég senda? Hver vil vera erindreki vor í þessum kringumstæðum? Myndi við segja, hei Guð, ég er alveg til í baráttuna, ég skal standa upp, eða myndi við bara segja, nei, þetta er búið, þetta er ekki hægt. Myndi við bara snúa okkur til veggjar og segja, Guð, þú verður að sjá þetta sjálfur. Því að lýðurinn á dögum Jesaja, hann var líkur Sódom og Gómorru lýð. Er lýðurinn á Íslandi einhvern veginn öðruvísi? Ég var að lesa grein í Morgunblaðinu í gær eftir Kolbrúnu Bergþórsdóttur. Hún var svo hrifin af biskupi og afstöðunni sem að biskup hafði tekið til samtímamála. Það var ekki vegna þess að biskup væri svo sammála Biblíunni. Nei, það var einmitt þveröfugt. Hún var svo ánægð að það voru önnur sjónarmið sem giltu, heldur þessi þröngsýnu og myrkvu og forpokalegu sem Biblían er að boða og tala um. En við erum þar, eða ég er þar. Ég veit ekki hvar þið eruð. Erum við þeim megin að við getum sagt, Drottinn, þú hefur bara rétt að standa. Þitt orð er bara lampi fóta minna og ljós á vegi mínum. Og hvað eru margir sem að koma með þér þann veg? Hvað eru margir sem feta þá braut með þér? Við erum ekkert voðalega mörg í dag. Og það hefur verið þannig gegnum tíðina. Þeir menn sem hafa fylgt orði Jesú Krists, þeir hafa verið menn sigurs og menn vonar. Það gerðist núna í loku 19. aldar. Það var heilmikil vakning í Wales og var til þess að trúboð og áhugi á kristniboði færðist mjög í aukana í Englandi. Og þetta var svo öflug hreyfing að það var alveg sama hvaða söfnuð þú nefnir, hvort það voru baptistar eða methodistar eða hvítasunnumenn, það fóru allir af stað í kristniboð. Og þarna voru menn sem fóru meðal annars alveg bara tugum saman til Indlands. Og það er sagt frá því einn maður, baptisti, hann hafi farið til Indlands í hérað sem að minni mig að hafi heitað Amar. Og það var verið að predika fagnaðarerindið og boða fagnaðarerindið. Og allir sem að þarna hlustuðu, þetta voru hindúar, sumir múslimar. En mest voru þetta hindúar. Svo er það ein fjölskylda sem tekur við orðinu. Og faðirinn, hann ákveður að konan og börnin hans, þau skulu gefast Jesú Kristi. Þetta var eina fjölskyldan í þorpinu. Og hann hét Anwar Sundar Singh, sá sem sagði þessa sögu. Þessari fjölskyldu mætti gríðarlegu fjandskapur. Vegna höfðingi þorpsins, hann mætti með sinn her, með sína boga og örvar, og hann var tilbúinn til þess að fórna þessari fjölskyldu ef hann ekki afneitaði trú sinni. Og maðurinn stendur þarna frammi fyrir þessari ógn, að það er verið að benda boga og með örvum að börnunum hans og sagt við hann, ef þú afneitar ekki trú þinni, þá deyja börnin þín. Hvað ætlar að gera? Hvað myndir þú gera? Myndum við fórna börnunum okkar svona? Þetta er bara rétt rúmlega 100 ára gömul saga, skiljiði. Svo Indverjinn, hann svarar höfðingjanum og segir, ég hef valið að fylgja Jesú. Ég sný ekki við. Síðan var gerður sálmur þetta sem hefur farið sigurför og hann var mikið notaður á dögum Billy Graham þegar hann var að fara í trúboðsferðirnar, þá var hann yfirleitt sungið. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Og þessi kristniboði, eða þessi trúaði einstaklingur, hann svarar á þennan hátt, ég hef valið að fylgja Jesú, ég sný ei við. Börnin hans voru skotin, þau dóu. Næsti boginn spenntur og eiginkonan, hún er skotmarkið. Ætlar að afneita þetta Jesú Kristi. Ætlar að hafna honum. Annars deyr konan þín. Og þá svaraði þessi maður bara svona einfaldlega, þó enginn komi með mér, þá stend ég samt trúr. No turning back.
og konan dó. Þá var bara hann eftir. Og það spurt, ætlar þú að hafna Jesú Kristi núna? Sérðu börnin eru farin og konan er farin? Og þá sagði hann bara, krossinni fyrir fram að mig, heimurinn að baki mér. No turning back. Og hann lét lífið þarna. Daginn eftir, þá kallaði höfðinginn þorpið á fund. Og sagði, hvað hefur þetta fólk fengið sem gerði það verkum að það hrættist hvorki dauða né ofsóknir? Ég vil fá svona trú. Ég vil fá svona staðfestu. Og þetta var til þess að allt þorpið, það sagði það sama. Já, ég vil hafa þessa trú. Þau sem fórnuðu lífi sínu drottins vegna og fóru ekki eftir tíðarandanum, þau höfðu áhrif út yfir gröf og dauða. Bróður og systir, gerðu grein fyrir stöðu þinni á Íslandi í dag? Gerðu grein fyrir því hverja Guð er að kalla? Og Jesaja sem að horfði á Guð, hann heyrði hann segja, hver vill vera erindreki vor? Hann sagði bara hiklaust við hann, hér er ég, send þú mig. Hvað segir þú? Hér er ég, send þú mig. Þú ert ekki búin að lesa lengi í Biblíunni, þegar þú kemur í næsta kapitula, það er 7. kapli. Og þetta er eiginlega bara fyrsta sendiför Jesaja, þegar hann er búin að svara Guði, hér er ég, send þú mig. Krossi fyrir framan, heimurinn að baki. Þó engi komi með mér, þá ætla ég samt að fylgja þér. Ég hef valið að fylgja Jesú og ég sný ekki við. Ég bregst honum ekki. Amen. Ég tel vera mjög mikilvægt kall á Íslandi að við kristnu við áttum okkur á stöðu okkar í þessari eymdur kringumstæðum sem landið okkar er komið í. Það þarf á himneskri snertingu að halda. Það þarf að vita að Kristur er hvorki farinn, dauður né máttlaus. Hann er hinn alvaldi bæði á himni og jörðu. Má hann vera það hér á Íslandi? Má hann nota þig? Svo kemur nýr konungur. Úsía deyr. Þá var Jesaja kallaður. Jótam kom, það liður nokkur ár, svo kemur 7. kapitulinn. Og þá byrjar hann svona, svo bara til að dögum Akasar, konungs í Júda, Jótamssonar, Úsíassonar, að Resín, Sýrlandskonungur og Peka, Remalíasson, konungur í Ísrael, fóru upp til Jerúsalem til að herja á hana, en fengu ekki unnið hana. Og þetta er svo merkilegt, annar var bróðir hans, gyðingur sem tilheyrir Ísraels ríki. Því þá var ríkið klofið í 2 ríki, annars vegar Ísrael, norðamegin, og síðan var það Júda hinum megin, sem réði yfir Júda, ættkvíslinni og Jerúsalem. Og Akas var konungur í Júda. Og svo allt í einu er bara sagt hérna við okkur, sjáum við 3. versið, þá sagði drottinn við Jesaja, gakk þú og sér Jesú, sonur þinn til móts við Akas, að enda vatnsstokksins úr efri tjörninni við veginn út á Bleikivöllin. Og seg við hann, gæt þín og haf kyrr þig, óttast þú eigi og láti eigi hugfallast fyrir þessum 2 rjúkandi brandsbrotum. Hvers vegna skyldi hann hafa sagt þetta við konungin? Það er svolítið athyglisverður punktur. Þessi konungur Akas, hann hafði leyft sér að falla fyrir tíðarandanum. Það kemur fram í síðari konungabók 18 að Akas, hann lét til dæmis drenginn sinni ganga gegnum eldinn. Hann fórnaði honum. Og þetta heiðinglega dýrkun, hún var meðal kanverskra þjóða og þetta var þekkt að þeir fórnuðu börnunum sínum svona. Því að Mólok, hann vildi endilega fá börnin og þau þurftu að koma til þessi gegnum eldinn. Það lifði enginn af. Börnunum var bara fórnað svona. Og þetta fólk hélt að það væri að gera Guði að skapi. Og Guð, hann hafði talað til þeirra og benti á mig sem Jesaja talaði það. Þið eru að fremja og hafa dýrkanir sem mér hefur aldrei dottið í hug. Og ef þið viljið koma aðeins með mér í þetta, förum í seinni konungabók, 16. kapitúlinn þar, og þá er sagt þetta,
Á 17. ríkisári Peka Remaljasonar tók ríki Akas, sonur Jótams Júdakonungs. Akas var 20 aldri, þá hann var konungur og 16 ár ríkti hann í Jerúsalem. Hann gjörði ekki það sem rétt var í augum drottins, Guðs hans, svo sem Davíð forfaðir hans, heldur fetaði fótspor Ísraels konunga. Hann lét jafnvel son sinn ganga gegnum eldinn og drýgði þannig sömu svívirðingar og þær þjóðir drottin hafði stökkt burt undan Ísraelsmönnum. Hann fórnaði sláturfórnum, reykilsfórnum á fórnarhæðum og hólunum og undir hverju grænu tré. Í þann tíma fóru þeir Resin Sýrlands konungur og Peka Remaljason Ísraels konungur upp til Jerúsalem til þess að herja á hana. Og það var ekki gleðistund fyrir hann, vegna Jesaja talar þetta svoleiðis að hann skalf, hjarta konungsins skalf og hjarta þjóðar hans eins og skógartré skjálfa fyrir vindi. Það var mikill ótti sem kom yfir Ísraelsmenn þegar Peka og Regalia fóru á móti Jerúsalem. Hvað var þetta að gera? Átti konungun að vera þetta lauf sem skalf og óttaðist? Hvar var hugrekkið? Hvar var krafturinn? Það var greinilegt miðað við þá dýrkun sem hann hafði tekið sér fyrir, þá fékk hann ekki anda, máttar, kærleiks og stillingar. Hann fékk ekki kraft heilags anda yfir sig. Hann var ekki harla öruggur, skiljiði. Það var bara ótti og skelfing sem mætti honum. Hvað mætir okkur núna í þessum kringumstæðum sem við erum í? Mætir okkur ótti og skelfing? Erum við að reyna að finna einhvern mjóan, þröngan stíg til þess að styggja engan, segja ekki til særir, engan, meiða engan? Við erum bara kærleikurinn einn og við segjum bara já, drottinn elskar þig og hann vil bara taka við þér eins og þú ert. Flestir af þeim sem eru á Íslandi, þeir hafa engan áhuga á elskandi Guði. Engan. Við erum búin að predika hann í 30 ár og við fáum engan árangur. Hver er myndin af Guði í Biblíunni? Er það bara elska og kærleikur? Nei, það er líka hitt. Við þurfum að kynna Jesum Krist sem hinn almáttuga, sem hinn algræðandi, sem hinn frelsandi frelsara, sem hefur þau áhrif á okkur. Það er alveg sama við hvað þú ert að glíma, hvort það eru líkamlegir sjúkdómar eða andlegir, þá er Jesús Kristus svarið. Þá er Jesús Kristus læknirinn. Þá er Jesús Kristus sá sem að kom með vonina inn í kringumstæðurnar sem eru vonlausar. Og Akas, hann fær allt í einu Jesaja til sín. Akas sem var skjálfandi fyrir því að Peka Remaljason, hann var mættur þarna. Og þeir vissi ekki hvað þeir átt að gera. Og sjáu hvað segir í 7. versin í 7. kapitúlunum. Við skulum fara herferð á hendur Júda, skjóta mönnum skelk í bringu. Þeim tókst það. Það var gríðarlegur ótti sem kom það yfir. En svo gerðist það að Jesaja kemur til Akas og segir, hei, slappa nú bara af. Því að innan 65 ára þá verða ríki þessara manna horfin. 65 ár. Það er ekkert langur tími. Jesaja lifði það alveg af. Við erum búin að sjá það að ríki er ekki gamalt sem er 65 ára, en ríki bæði Ísraelsmanna, eða Ísraels, Norðurríkið, það var hertekið af Assýriumönnum og þeir voru allir fluttir í herleiðingu. Svo fór Júda seinna, það var af Babyloniumönnum. En skoðum þá aðeins hvað Jesaja segir við Akas. Hann býður honum tákn og segir við hann, sjáu 10. versið, 7. kapitúli, Jesaja 7. Og þá kemur fram í Jesaja 7, vers 10. Og enn talaði drottni við Akas og sagði, bið þér tákns af drottni, Guði þínum, hvort sem þú vilt heldur beiðast þess neður anda heim undir heiminum eða ofan frá hæðum. En Akas sagði, ég vil einskis biðja og einskis freista drottins. Þá sagði Jesaja, heyri þér, niðja Davíðs,
nægir yður það eigi að þreyta menn úr því að þið þreytið einnig Guð minn, fyrir því mun Drottinn gefa yður tákn sjálfur. Og Jesaja í þessum kringumstæðum, þegar líðurinn var engu líkar en Gómor og Sódómu líður, þá gefur Guð þeim orð. Og Jesaja talar þetta orð og segir við þá, sjá yngi smær verður þunguð, sjáðu 14. versið, og færið son og lætur hann heita Immanuel. Og þetta ekki stórmerkilegt að þegar Guð gefur þetta orð, þá horfir hann 700 ár fram í tíman. Þetta var ekki að gerast á morgun. Þetta var ekki að gerast eftir 2 ár eða 65 ár. Það voru 700 ár sem að Guð var búinn að gefa, og Akas sem hafði fórnað barni sínu og fallið fyrir tíðarandanum og verið eins og Sódóm og Gómoru líður, átti hann þetta skilið. Átti hann þetta inni hjá Guði. Guð vitjaði þjóðarinnar löngu áður en hún sneri sér. Guð vitjaði með vonarboðskap og vonaríkum boðskap orðsins vegna þess að hann vissi hvað Jesús Kristur var mikilvægur. Og komdu svo með mér í Lúkasarguðspjallið. Þetta fá að fara með þið bara, þetta er stutt orð í Lúkasarguðspjallið, 1. kapitula, og þetta er sagt að vera boðun Maríu. Og þegar við komum í þann kafla, þá er orðið að rætast. Því að segja frá því í 37. versi í 1. kapitula, 27. versinu. En á 7. mánuði var Gabriel engill sendur frá Guði til borgar í Galilíu sem heitir Nasaret. Hvenær var 7. mánuður gyðinga? Þetta mánuðurinn Elul, og vitið upp á hvaða mánuð hann bar. Elul mánuður var í ágúst-september. Eftir miðjan ágúst og fram með miðjan september, þá var það Elul mánuður. Við gerum ykkur grein fyrir því að við erum í slíku mánuði. Við erum mætt á staðinn, tíminn er kominn. Hvað aldrei að Guð vilji segja við okkur? Hvað aldrei að Guð vilji fá að láta hljóma í þér og mér? Allt í henni María kölluð til. Og orðið sem að Jesaja gaf 700 árum áður, það fær vitjuna tíma hjá Maríu á í þetta skipti. Svo ef þið viljið fá að vita hvenær Jesús var fæddur, telliði, september, hún hefur örugglega borið henni 9 mánuði, október, nóvember, desember, janúar, februar, við erum komið fram í februar. Jesús fæddist þá ekki á jólum, mars, april, maí. Getur það verið að Jesús hann hafi verið vorlambið? Hann hafi fæðst að vori? Mjög líklega. Mjög líklega á hvítasunninni, mjög líklega á uppstingandeginu, ég veit það ekki. En við erum kannski ekkert endilega spekul í því hvenær Jesús fæddist. Orðið rættist og orðið kom. Og sískinni orðið sem var gefið þegar þjóðin var orðin eins og Sódóm og Gómoru líður. Það rættist á dögum Maríu í því að Jesús Kristur kom fram. Hvað er að gerast í dag? Hvernig er Guð að vitja okkar land? Vitið hvað mig grunar? Mig grunar að Jeremía 30 er að renna í hlaðið. Þetta er eins og hvíti hesturinn af Stafi Stefánssonar. Þú komst á hvítum hesti eða þú komst í hlaðið á hvítum hesti. Og þá hafa menn sungið þetta af því að honum var gefið víst vín. Og hann var svo feginn að fá það. En þetta vín sem ég er að gefa ykkur núna, þetta er vín af orðinu. Þetta er vín sem að hjálpar okkur til þess að sjá. Við erum komin að tíma þar sem að orð Drottins er að rætast. Það er engu líkara en að samtími okkar sé í samskonar sporum og samtími Jesaja spámanns. Og það er engin von fyrir mannkynið nema Guð grípi inn í. Og það er svo mikilvægt fyrir þig og mig að við fáum að njóta þeirra náðar að Guð lætur okkur vita áður en hlutirnir gerast. Og hafa hann geta gert þetta á dögum Jesaja og dögum Akasar sem var sko ekki hreinn og ekki réttur. Hvað heldur að Guð gerir hjá okkur í dag? Hvað er Jeremía að segja? Hvað þurfum við að hlusta á? Og Jeremía, 30. kapitúli,
Ég ætla að fara í 7. versið. Hann segir, vei, mikill er sá dagur, hann á ekki sinn líka og angistar tími er það fyrir Jakob, en hann mun frelsast frá því. Hvaða angistar tími er að koma við Jakob? Við höfum aldrei upplifað annan eins fjandskap gegn neinu ríki Sameinuðu þjóðanna heldur við þann fjandskap sem að Ísrael er sýndur í dag. Það er alveg sama hvað þeir gera. Þeir mega ekki verja sig. Jú, það er sagt, þeir mega verja sig, þeir hafa rétt til þess. En það má taka þá og loka þá inni sem gísla og það eru mjög fáir sem segja látið gíslana lausa. Við sjáum heiminn allir vera komin inn í þann farveg. Það eru allir sammála Hamas. Það eru allir sem ætla að samþykkja Palestínu. Og vitið hvað er að gera núna í september? Það talaði að 6 þjóðir, Ástralía, Kanada, Malta, ef nefna fleiri, England, ef nefna fleiri, 6 þjóðir, Frakkland, ætla að viðurkenna Palestínu sem sjálfstætt ríki. Þetta kallar á þrengingar og erfiðleika, þetta kallar á angistartíma fyrir Jakob. Sérðu að hvaða tíma við erum komin? Þetta er bara að gerast í næsta mánuði. Þetta er bara að gerast næstu 30 daga. Haldið að Guð sé að kalla þig og mig til þess að við verðum vakandi? Haldið að Guð sé að segja eitthvað við þig og mig að við séum Drottinn minn og Guð minn, gefðu mér augu og eyru sem heyra og sjá hvað þú ert að gera. Ef orðið á dögum Jesaja rættist á dögum Maríu, þá er orðið líka á dögum Jeremía að rætast á okkar dögum. Það hefur ekki getað ræst fyrr vegna þess að núna komum við eða stöndum við fram yfir því að Ísrael, það er að verða eitt síns liðs. Það er sett út í kuldan þó það sé þarna í eyðimörkinni og það er svo merkilegt hvað fjandskapurinn er orðin mikill gagnvart því sem heitir Guð og helgur dómur. Það er enginn sem er að taka mark á Biblíunni. Það er allir sem segja, já, nú viljum við bara hafa mannréttindi. Við viljum bara viðurkenna þig eins og þú ert. En Drottinn, hann vil ekki að þú verðir syndinni að bráð. Það er kjarninn í því sem Biblían er að boða þér og mér. Við eigum ekki að verða fórnarlömb syndar og solla. Við eigum að vera þau sem eru dregin út. Við erum að vera þau sem fá að fætur okkar á klettin og sem byggjum á því sem Jesús Kristus segir. Því að í honum er eilífa lífið fólkið. Í trúnni á hann fái lausnina. Sjáðu hvað er mikilvægt fyrir þig að þú verðir munnu Drottins á þessu stað. Og Guð kallar enn, hvern skal ég senda? Hver vill vera erindreki vor? Það er svo mikilvægt að við getum sagt í Drottinn okkar og frelsara, þér vil ég fylgja vegna þess að þú sem ert minn eini frelsari. Og ég lýk máli mínu með því að fara með því inn í Efésubréfið. Það er Efésubréfið 6. Að lokum, segir Páll postuli. Að lokum, og það er 10. versið. Styrkist nú í Drottni og í krafti máttar hans. Klæðist alvæpni Guðs. Og hvernig förum við að því? Til þess að geti staðist vélarbrögð djöfulsins, því að baráttan sé við eigum í ekki við menn á hold og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimstjórnar þessa myrkurs, við andavörur vonskunar í heimingeimnum. Takið því alvæpni Guðs, til þess að þér geti veitt mótstöðu á einu vonda degi, og haldið velli þegar þér hafið sigrað allt. Við erum þeim megin. Við erum kölluð til að vera sigurvegarar. Amen. Það er ekki ónýtt hlutverk sem við höfum. Og þjóðin, hún er að leita að því að menn séu sigurvegarar trúarinnar. Óttist ekki, hræðist ekki, látið ekki skjálfast. Notiði munna ykkar og notiði hugmyndir ykkar til þess að tala orð Drottins í ykkar kringumstæðum. Því það sem orð Guðs fær að hljóma, það gefur líf og það gefur nægtir og það gefur lausn. Standið í gilti sannleika lendar yðar, klæddir brynju réttlætisins,
skóar á fótum með fúsleik til að flytja fagnaða boðskap friðarins. Takið umfram allt þetta, skjöld trúarinnar, sem þið geti slökkt með öll hin eldlugu skeyti hins vonda. Takið við hjálmi hjálpræðisins og sverði andans, sem Guðs orð. Amen. Takið við sverði andans, sem Guðs orð. Og við erum með það í höndunum til þess að predika það. Í dag verið að ýta þessu orði út úr eða frá veggjum þjóðkirkjunnar. Það eru biskupar og prestar sem að taka allt annað orðinn og segja syndin bara allt í lagi. Syndin bara hluti af okkur. En við eigum að einmitt að segja skilið við syndina. Ég hef valið að fylgja Jesú. No turning back. No turning back. Þetta gerði Jesaja, þetta gerði María, þetta gerði postularnir. Erum við sammála? Krossin fyrir framann, heimurinn að baki og ég sný ekki við. Það svo mikilvægt, systkini, að við höldum fast í orð Drottins, við vitum hvaðan hann kemur. Það kemur frá himninum, frá Guði, skapara himins og jarðar. Megi friður og náð Drottins vera með ykkur og yfir ykkur og ég ætla bara að brýna ykkur. Verum sammála í því að segja Drottin, hér ég, send þú mig. Tökum undir bæn Jesaja spámanns. Við skulum rísa á fætur og gjöra svo vel. Takk, Jesús minn, að við mögum í þínu nafni blessa þitt dýrlega heilaga nafn. Og takk, elskaði Herra, fyrir að ásjóna þín má lýsa yfir okkur. Og auglið þitt má vera yfir okkur, Drottin minn. Og við mögum sjá dýrð þín að birtast, elskaði Herra. Og við mögum segja eins og hinn kristni sagði á Indlandi sem hann lét lífi fyrir þig, ég sný ekki við, ég sný ekki við. Þakkaði fyrir að við mögum taka undir bæn Jesaja, hér ég, send þú mig, í nafni Jesú Krists frá Nasaret. Amen. Þeir sem eru sammála með að segja amen. 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 Og vitið þið, ná Drottins Jesú Krist. Kærleiki Guðs og samfélag heils anda veri með ykkur öllum, til þess að við gerum Jesum dýrlegan. Hann aðalmálið, ekki við. Nú fáum við okkar tækifæri og Drottin þráir að gera sér dýrlegan í gegnum þig og mig. Amen.